Þannig að þetta var gífurlega samsvarandi hérna í kvöld. Hvernig þakkar það? Bara kraftinum og gleðin í strákunum. Gera hlutina sem við gerum daglega á æfingum og koma því svona heima saman, bæði sókn og vörn hérna í kvöld. Ég er bara greiðlega sáttur með það. Nú hefur gengið verið þannig sé undir væntingum, gerir ég ráð fyrir. Hvað hefur vantað upp á sem að var að skila sér þá í kvöld? Það er góð spurning. Maður finnst þannig hérna í fyrstu leikju náttúrulega áttu við náttúrulega ekki með erlendu leikmennum okkar og svo reynilega þetta kannski hlutverkaskipan og öllu öðru. Sama í kvöld, þú veist. Dagur er núna frá einhverja 2 mánuði og þá þurfti aðrir að stíga upp og fara að gera hlutina almennilega. Er ekki bara skýringi fundin á því sem ég spurði þig? Búið að ganga illa á Dagur með og svo er Dagur frá og þá kemur allt upp. Að sjálfsögðu ekki. Dagur er auðvitað gríðarlega mikilvægur hlekkur í þessu liði en að sjálfsögðu erum við með flotta leikmenn innanborðs sem að geta tekið þetta hlutverk og stjórna leiknum eins og Arnar Ingi voru að gera henni í kvöld. Og svo náttúrulega erum við með strákar sem eru að koma á bekknum, Nökkvi, Breki, Bjöggi til dæmis og Ólafur auðvitað líka. Þannig að við erum með, og Daði Páll, þannig að strákar sem eru að koma inn og skila sínu og ef þeir skila sínu og geta hort í speilin eftir leikinn og verið sátt með sína framleiðslu og hort í augun á liðsfélögum sínum að þeir hafa gert allt sem þeir geta til að ná í sigurinn í kvöld. Þá getur maður bara verið sáttur. Nú var Björgvin með aftur eftir að mista síðustu 2. Munar ekki bara ansi mikið um svona sprelli gosa? Algjörlega, hann er náttúrulega gríðarlega... Kemur ekki orka með hann? Jú, hann er náttúrulega mjög mikil orka sem að fylgir þessum dreng og til dæmis að fá hann og Ólaf á sama tíma á bekknum. Þá getur maður lagt saman allavega 1 og fengið góðan varnarleik frá þeim og alla mikla ákefð og síðan að þeir öllugir að hlaupa gólfið og koma sér fljótt upp völlinn og frákasta sömuleiðis. Þannig að ekki spurning. Þannig að Grindavík er bara komið á beinu brautina? Það er alltaf bein braut eftir góðan leik en það er náttúrulega ekkert gefið í þessari deildu þú eru búin að sjá svo margoft og maður er ekki farið inn eitt leik með einhverja hálfkálki og það er náttúrulega bara aðstæðanlegt á okkur að vera að hugsa eitthvað þannig. Við viljum bara hugsa okkar leik og gera eins vel að við getum hverju sinni og ef við getum gengið sáttur á parkettinu með vinnun okkar sem við vorum að leggja í þennan leik þá get ég ekkert beðið um neitt meira. Gott, takk.